Já, verið velkomin í hádegisviðtal Stöðvar 2. Það var tilkynnt í gær að 2 stærstu orkuútrásarfyrirtæki landsins hygðust sameinast og sameinuðust, Reykjavík Energy Invest og Geysir Green Energy. Mörgum spurningum ósvarað og hann sestur hérna hjá mér, forstjóri félagsins Guðmundur Þóroddsson. Vertu velkomin. Takk. Það var fundur í gær, þetta bar mjög brátt að. Mér skilst að það séu einhverju 10 dagar síðan þessi hugmynd kom fyrst fram að sameina þessi 2 félög. Það voru ekki allir sáttir á fundi Orkuveitunnar í gær þegar þetta var kynnt. Já, þú átt væntanlega við þegar við kynntum umræður í meirihluta borgarstjórnar í gær. Og jú, þar voru mjög líflegar umræður þetta mál. Og við hvað voru menn ósáttir? Annað en málshraðan? Mín tilfinning var nú að vera fyrst og fremst málshraðinn, sem að helgast kannski að því að þetta félag á markaði og það mjög viðkvæmt að fara með upplýsingar eða þess F1 Group sem aðalega þessu og Atorka félag á markaði. Það viðkvæmt að fara með upplýsingar á stað áður en búið að tilkynna það í Kauphöll og hlutir orðnir sameiginlega. Þannig eru menn tilneyddir að gera þetta með þessum hraða? Já, það var bara val í þessu tilfelli sko. Það var náttúrulega hlutinu voru ekkert endanlegir fyrir þarna og menn vildu ekkert vera með þetta í opinni umræðu. En það ég ætla nú ekki að fara að tala fyrir hönd pólitíkusana í borgarstöð Reykjavíkur, þeir eru nú færir það sjálfur. Einmitt, sannlega. En það sem menn töluðu í gær og fulltrúi minni hlutans talaði að hann situr þarna sem fulltrúi almennings og ber að gæta hagsmuna almennings og það fyrsta sem fólki dettur sjálfst í hug hvaða áhættu Orkuveita Reykjavíkur að taka með Reykjavík Energy Invest? Já, það þannig að þegar Reykjavík Energy Invest stofnað og það ákvörðun það var nú tekin í janúar síðastliðnum, þá það gert ekki síst til þess að aðskilja áhættu Orkuveitunnar og áhættu borgarana frá áhættunni sem fylgir útrásarverkefnunum. Þannig að þetta í sérstöku félagi sem hefur takmarkað ábyrgð eigenda og svo framvegis og skuldbindingar þess ekki á ábyrgð sveitarfélagana eins og skuldbindingar Orkuveitunnar. Þannig að þarna verið að minnka þessa áhættu. Þannig að segjum sem svo að þeir eru í fjölmörgum verkefnum út allan heim, sum á óöruggum svæðum, segjum að þetta fari nú allt á versta veg og Reykjavík Energy Invest tapar fullt af peningum, tapar þá ekki Orkuveita Reykjavíkur? Orkuveitan getur ekki tapað meira á félaginu heldur en það sem hún hefur lagt í það. Hún leggur helling í þetta? Já, við leggur helling í þetta, já. Þannig að Orkuveita Reykjavíkur getur tapað milljörðum á Reykjavík Energy Invest ef allt fer á versta veg? Vissulega ef allt fer á versta veg. Það náttúrulega alltaf þannig ef allt fer á versta veg geta menn tapað milljörðum. En það þó takmarkað sem hægt að tapa. Og hversu takmarkað það? Það bara það fé sem hefur lagt í félagið. Hvað gæti Orkuveitan tapað á þessu félagi? Bara í krónum talið? Hún hefur lagt í peningum fram í þetta félag eitthvað rúma 4 milljarða. Það það sem getur lagt, tapað. Og ef hins vegar allt fer á besta veg og Reykjavík Energy gengur glimrandi vel og byggir virkjanir víða heim og allt í góðu og hagnast verulega á sinna starfsemi, fliss á hagnaður einhverju leyti yfir til Orkuveitunar? Vissulega, það stefnt á því að félagið fara á markað eftir 2 til 3 ár. Þá þetta væntanlega auðsennilega eign og ef að þetta gengur eins og við erum að vonast til að þá gæti þetta verið einhverja milljarðatuga hagnaður þegar framlíður. Framlíða stundir? Já. Ég talaði við fulltrúa minnihlutans í bæjarstjórn Reykjanesbæjar hérna í hádegisfréttum, hann Guðbrand Einarsson, og hann mjög ósáttur, gagnrýnir þetta harðlega, segir þetta nýja félag á núna tæpan helmingi hitaveitu Suðurnesja og við vitum ekkert hvað félagið hyggst fyrir með hitaveituna. Getur þú svarað því? Það nú tekið á því í okkar samningum hvernig hitaveitan, hvað hugsaðir með hitaveituna. Og þá hefur verið í umræðinu núna að það sé mikilvægt að skilja sérleyfisstarfsemina frá
samkeppnisstarfseminni í þessum veitufyrirtækjum og í okkar samningum gert ráð fyrir því að sérleyfisstarfsemi Hitaveitu Suðurnesja verið skilin frá. Og sérleyfisstarfsemin er? Það eru sem sagt veitunar í jörðinni, það eru sem sagt vatnsveita, hitaveita, rafmagnsveita. Það eru rörin, eru það auðlindirnar? Það eru rörin og víranir sem eru sérleyfisstarfsemi. En virkjanir? Virkjanir eru náttúrulega samkeppnisstarfsemi, eðli málsins samkvæmt. Þannig að ef Reykjavík Energy Invest ákvæði sem að mér skilst að þeir hafi verið að gera, að kaupa sinni fyrirtæki, breyta þeim, búta einhverju liti í sundur og selja, er þetta hugsanlegt, þegar muni gera þetta með Hitaveitu Suðurnesja? Já, eins og ég var að segja, þá er semst hugmyndin svo að Reykjanesbær og sveitarfélög verði meirihluta eigendur að allri sérleyfisstarfseminni. Það er náttúrulega það viðkvæmi í þessu sérleyfisstarfsemi. Hins vegar höfum við náttúrulega ekki verið að búta upp fyrirtæki og selja eða neitt slíkt og hugmyndin með Reykjavík Energy Invest er nú einmitt að byggja upp. Sérstaklega horfum við nú í útrás og að byggja upp virkjanir erlendis sem að byggja á sér íslenskri þekkingu, þar að segja jarðhita og þess háttar. Og að því að við finnum fyrir því að það er geysilegur áhugi á Íslandi og sérstaklega á þessum orkufyrirtækjum. Og við í Orkuveitinu erum með heimsókn hjá okkur í hverju viku eitthvað til að kynna sér íslenska orkustarfsemi út af þessari vistvænu orku sem við höfum náð. Og þessum 70% íslenskra orkunotkunar sem er vistvæn, sem er einstakt á heimsvísu. Og ekki síst hvernig við höfum náð að nýta jarðhitann, bæði til rafmagnsframleiðslu og ekki síður til húshitunar. Og við bara finnum fyrir því að það er gífurleg tækifæri fyrir okkur af því að við erum orðin svo þekkt á heimsvísu að fara inn í verkefni erlendis. Og það er nú höfuð tilgangurinn með þessu félagi er að fara í verkefni erlendis. En megin áhyggjur manna hér innanlands eru væntanlega þessar hitaveitur og orkuveitur sem við eigum hér. Sem sagt, Hitaveita Suðurnesja menn þar, eða Reyknesingar Suðurnesja menn hafa enga tryggingu fyrir því að þetta nýja félag mun ekki selja frá, til dæmis virkjanirnar. Já, höfuð ástæðan fyrir því að menn hafa áhuga því að hafa Hitaveitu Suðurnesja er að hafa reynsluna virkjunum þeirra inn í þessari púlju fyrirtækisins. Þetta er svona hotstett fyrirtækisins. Þannig að ég bara sé ekki í hvaða tilfelli menn myndi fara að selja það út úr því. Það stendur ekki til? Það stendur ekki til. Nei. Og svo er nú eins og menn sögðu í gamla daga, hún fer heldur ekkert, þegar menn voru að byggja hús á landsbyggðinni. Það fer ekkert þessi virkjun, hún verður alltaf þarna, við vitum hann ekki neitt. En nú skils mér að það sem að sjálfstæðismenn hafi einkum gagnrýnt í þessu máli er í fyrsta lagi það prinsippmála að almannafyrirtæki eins og Orkuveitan eigi ekki að vera að standa í svona útrásar og þróunarverkefnum. Hverju svarar eru þeirri gagnrýni? Þetta er náttúrulega umræða pólitískar grunnhugmynd og ég sem ætlaði nú ekki að svara því neitt. Ég hefði hins vegar kannski haldið og held raunar að þessi aðgerð í sjálfu sér að fá inn fleiri eigendur og það séu einkafyrirtæki sem standa fyrst og fremst á bakviðinu sem nú er Orkuveitan ekki komin nema í 35% eigendur að þessu og hitt eru einkaaðilar. Og að þessir einkaaðilar séu að taka yfir þessu útrásarstarfsemi og þróunarstarfsemi hefði fallið vel að þessari grunnhugmynd sem þú ert að lýsa. Þannig að ég held að það sé nú raunin, þó menn séu ósáttir við formið og eitthvað svoleiðis að þá séu þessi sáttari við það að það séu einkaaðilar að koma inn í þennan. Tíminn er því miðbúinn en mig langar að skjóta inn einni spurningu örstuttri. Starfsmenn fá að kaupa í Reykjavík Energy Invest, af hverju fær almenningur ekki að kaupa það borgarbúar? Það er mjög flókið að leyfa almenningi og borgarbúum að kaupa í þessu og þannig að starfsmenn kaupa í gegnum sérstakt félag sem er eigu starfsmannafélag Reykjavík starfsmannafélag Orkuveitunar. En ef þú ætlar í almennt hlutafjárútboð þá þarf það að gera það með skráning og svo framvegis og það er stefnt að því að skrá félagið eftir 2-3 ár. Og þá getur almenningur keypt. Einmitt. Guðmundur, þakka þér fyrir þetta. Hádegisviðtalinu lokið í dag.